Nú sláumst við í för með Ómari Ragnarsinni á vit draumalandsins. Það eru flugleiðir sem bjóða áskrifendum Stöðvar 2 upp á ævintýraferðum Draumalandið Ísland. Draumalandi sem við erum að fara að kanna inn í miðju landi og því síður en svo í alfaraleið. Jafnvel þótt lagt sig upp frá Veiðivötnum af Draumalandsslóðum Sveins Runólfssonar landgræðslustjóra og Jóns Jónssonar jarðfræðings drjúgur spölur þaðan norður Sprengisand í Gæsavötn, Draumaland fjölskyldunar að aðalstræti 62 á Akureyri. Umhverfis þetta Draumalandi liggja Bárðarbunga, Sprengisandur og Ódáðarhraun. Sem oft fyrir í þessum þáttum nauðsynlegt að nota aðferðina flug og bílum frón til þess að nálgast heim fjölskyldunar sem við erum að heimsækja. Og Helga þeysir því á bílnum úr Veiðivötnum norður Sprengisand til stefnumóts við flugvélina á lendingarstað skammt frá skálanum í Gæsavötnum. Þegar komið á bílnum móts við fjöllin Hágöngur fyrir austan Sprengisandsveg sést norður eftir vesturbrún Vatnajökuls að Bárðarbungu, næst hæsta fjalli landsins sem rís þar upp úr henni miklu hjarnbreiðu. Aðflugið að Gæsavötnum meðfram þessu tignarlega jökulhveli mjög glæsilegt. Það ekkert venjulegt fjall sem gnæfir yfir bústað þessara fjölskyldu í Draumalandi hennar. Skálinn var reistur á 2 dögum árið 1973 við þessi 2 litlu vötn í rúmlega 900 metra hæð yfir sjó eða nokkuð meiri hæð en nemur hæð Esjunnar. Það talsvert af fólki á ferli hér. Þegar smásaman að myndast hópur gæsavatna unnenda sem hingað fer hvenar sem færi gefst. Auk þess talsverð umferð hér síðsumars því að svonefnd gæsavatnaleiði liggur hér en eftir henni má aka frá Sprengisandsvegi, austur með Vatnajökli, í Öskju, Herðubreiðalindir og Kverkfjöll. Þessi gróðurvin hér á tilveru sína að þakka vatni sem kemur undan hraunrendinni fyrir austanana og seitlar flatlendið, myndar þar 2 lítil vötn eða tjarnir, Gæsavötn, áður en að sígur síðan norður á bóginn. Hér horfum við suður í Vonarskarð og við vonumst eftir að hitta hér Sigurð Baldursson og við bíðum komu hans. Og hvílík koma! Sigurður sem setti Íslandsmet með félögum sínum í fallhlífastökki á sinni tíð og stóð fyrir margskins uppákomum á alþjóðlegu fallhlífastökksmóti stekkur hér fagnandi í hóp kunningja í Gæsavatnahópnum sem þarna saman kominn. Sigurður harðskeyttur keppandi frá árum áður í torfæruakstri og sandspyrnu og notaði öflugan jeppa sinn á stórum túttum til að fara jökulinn hringi í kringum karlföður sinn. En sérkennileg heimsókn okkar rétt að byrja. Nú tekur við dagskrá andstæðinana. Við lyftum okkur til flugs á brautinni vestur af skálanum til þess að fara í fáránlegan leiðangur. Vestur við Gæsavötn rennur Skjálfandafljót til norðurs með fallegum flúðum og fossinum Gjallanda eða Steinbogafossi. Við kynnumst honum og dularmögnum árinnar í næsta þætti. En hér, nokkurn veginn á miðri flugleiðinni milli Reykjavíkur og Egilsstaða, í mestu auðn landsins bíður okkar ævintýri. Við erum að fljúga okkur eyðilegasta staða Íslands. Þarna úti Sprengisandur, mesta eyðimörk landsins. Á bakvið okkur Vatnajökull. Hérna megin Ódáðarhraun, mesta hraunbreiða landsins. Og hvað erum við að gera hingað? Við ætlum að fara hérna niður. Hvernig líst ykkur það? Þetta heitir Rauðatorgið. Og hvað haldið að við ætlum að fara að gera hér? Jú, við ætlum að skreppa í bað.
Nafni Rauðatorgið finnið þið ekki á landakortum. Það eru nokkrir skrýtnir fuglar sem hafa fundið þetta nafn á þennan rauðamalarmel sem gæti orðið upplagt flugvallastæði þar sem tíbráin sindrar í heitri örafa sólinni þegar veðrið er jafn gott og það er í dag. Staðurinn er fáum kunnur, mölin ekki völduð og því gljúp. Auk þess er þetta í 800 metra hæð yfir sjó og geta flugvéla því mun minni en niður yfir sjávarmál. Þetta er náttúrulega fullkomlega út í hött, finnst ykkur ekki? En svona er þetta. Það er einkum Víðir Gíslason, flugmaður á Akureyri, sem hefur stundað það að hoppa hérna niður, þar sem enginn á sér flugvélar von, hvað þá sundlaugar, og náttúrulega í sumum tilfellum að njóta leiðsagnar yfir laugar varðarins og laugar smiðarins Sigurðar Baldurssonar. Æ, fyrirgefiði málvilluna, ég ætlaði að segja leiðsögn laugar smiðsins, ekki smiðarins. Sigurður Baldursson heitir hann. Með honum trýtlum við með bárðarbungu í baksýn í átt að þessari laug sem nefnist Hitalaug Syðri. Það tók þá feðga nokkuð tíma í upphafi að finna þennan stað því að upprunalega var hér aðeins rakt og volt yfirborð á mjög litlum bletti. En þeir reyndu orku og erfiði í það að brjóta laugina niður í móbergshelluna og gera hana hæfilega stóra. Það bunar nákvæmlega líkamsheitt vatn það bil rúmlega 37 stiga heitt ofan í laugina. Auðvelt að leggja höfuðið undir bununa í svo ber undir, hvað þá að skella sér onni eins og við gerum og spjalla við Sigurð hugðarefni hans. Ómar, hvernig líður svona í þessari fjallasundu hérna? Alveg sérstaklega því að þetta er náttúrulega engu lagi líkt að þetta geta á dauðana sá maður vonir ekki þessu hér. Nei. Svo horfa svona upp í bláan himininn, sko. Já. Það er ekki ónóttalegt. Hvenær byrjaður að fá þessa hugmyndum fallhlífastökk? Ég byrjaði á Akureyri núna 84. Var það ekki fyrir sem þú byrjaði að stökkva? Nei, ég bara nýgræðingur í þessu, má segja. Í árum. Já. Þetta heltók við? Já, svona rosalega. Ég verið í flestu sporti, held ég. Ég ýtti öllu frá mér þegar þetta kom. Og hvernig getur nokkuð lýst í hvað það er sem að gera þetta svona frábrugðið öðru? Þetta er bara að vera frjáls. Yfirgefa flugvél og hafa stjórn á sjálfum sér og leika listir í frjálsu falli. Það er ólýsanlegt. Það er ekki hægt að útskýra nema fólk pröfa. Nú stökkstu niður á Bárðarbungu, hvað, 84 eða 5 og náttúrulega það var draumurinn eftir að vera búin að horfa á hana í öll þessi ár. Já. Ertu þá ekki með einhvern framhaldsdraum? Stökkva niður eitthvað ennþá hrikalegra heldur svona slétta bungu? Jú, það er nú fjöllin okkar hérna, eins og Herðubreið og Snæfell og svo Hvannadalshnjúkinn. Þetta er nú allt verið á svona draumaskránni. Þá myndir þú stökkva niður á tindinn en myndir þar með ljúka ferðinni eða hvað? Nei, það getur nú orðið framhald á henni bara svífandi. Nú er bara að kasta sér fram af? Eitthvað lengra. Og þá í öðruvísi falli, það náttúrulega mættilega ekki? Nei, sömu falliðinni? Bara í sömu falliðinni. Bara eins og þið hafa stokkið á þarna trollveginn í Noregi? Nei, það er ekki þannig, sko. Það er ekki þannig? Það stökkvaði fram af og farið sjálfsagt? Já. En þetta er orðið svona svifhlífar sem fjallgöngumenn nota mikið og mjög vinsælt í Ölpunum núna. Já. Og þeir lítið fyrir þessu, þeir taka þetta með í bakpokanum bara upp og klifra í fleiri daga upp á einhver tind og svo eru þau bara 10-15 mínútur að svífa niður. En Sigurður á sér enn viltari en þó, að því hann fullyrðir, raunhæfan draum sem myndi umsvifalaust sveiflónum inn í heimsmetabók Guinness. Draumurinn er fólginn í því að fljúga í Hercules herflutningaflugvél yfir Bárðarbungu og hafa afturenda flugvélarinnar opinn á fluginu, eins og auðvelt er. Inn í flugvélinni sem flýgur í 12.000 feta hæð myndi hann sitja á vélsleða en 4 aðrir fallhlífastökkvarar vera við afturdyrnar. Síðan er að setja vélsleðan í gang og þeysa aftur úr flugvélinni í frjálst fall á sleðanum sem áfram er í gangi. Sigurður segist hafa rætt þessa hugmynd við sérfræðing sem að þekkir og er skipuleggjandi og stjórnandi svona atriða í James Bond myndunum og hann er sammála Sigurður að þetta sé framkvæmanlegt.
En áfram með þetta magnaða atriði. Félagar Sigurðar stinga sér á eftir honum til þess að vera honum til trausts og hals og tryggja ef með þarf að sleðin og Sigurður haldist á réttum kili í fallinu. Þegar hafa svo fallið niður og eru konur í svona 8500 fet, þá opna þeir fallífarnar og hverfa frá. Skömmu síðar opnar Sigurður sína fallíf og losa sig af sleðanum rétt áður en fallíf sem á sleðanum og stiltinn á hæðarmæli opnast, sjálfkrafa, hæfilega hátt yfir borðabungu sem í 6700 feta hæð. Sleðin á síðan að lenda mjúklega á jöklinum og Sigurður, snillingur í fallífastökki, væntanlega létt með að lenda klofvega á honum. Sleðin ennþá í gangi, hann losar af sér fallífina og þeysir af stað eftir jöklinum. Jíhú! Já, hugurinn alltaf hér, þótt hann búi erlendis og verði þar framvegis giftur sænskri stúlku, þá togar Draumalandi við Gæsavötn í hann. Ég býi í norður Svíþjóð, meira að segja. Já. Það hefur nóg að snjóð þar. Já. En komum hérna heim til að gifta okkur núna í júli og hún sænsk kona mín og ég bauð henni hérna í brúðkaupsferð hérna. Og við einmitt lágum hér eitt kvöld í lauginni í afslöpun. Já, og heldur þið eitthvað upp á það hérna í lauginni? Já, það þýtti ekkert annað að fá sér smá kampaði svona, skála fyrir barðabungunni. Hún var hérna svona gullin eins og hún getur orðið á kvöldin. Já. Gulllitu. Hvernig kynntust þið? Kynntust þið í frjálsu falli? Það liggur við. Hún var að læra fallífastökk í Svíþjóð og kom svo að vinna á sjúkrahúsinu á Akureyri og vildi halda áfram að læra og ég er svona hennar kennari. Já. Svona, það eru okkar örlög. Já. Lágu saman þræðirnir. Já, fallífaþræðirnir. Já. Svo þið hafið svifið inn í hjónabandið? Það liggur við. En þetta dregur alltaf jökullinn og þetta sveið, það hefur eitthvað, hvað er það sem mann? Já. Er það eitthvað sem ekki hægt að lýsa sem dregur fólk hingað? Já, það sem dregur okkur hérna er kannski að við eigum bara rætur hérna orðið. Já. Mín fjölskylda og okkar kunningjar sem hafa komið hérna með okkur og þeir koma hér aftur og aftur og stundum þegar maður er á göngutúrum kvöldin kannski. Já. Inn undir Gæsahnjúk einhverstað þar og þá er kyrrðin svo mikil að maður heyrir þögnina og það hvílist maður alveg og þetta einhvern veginn kallar á fólk aftur og aftur að koma hérna. Og það á öllum árstímum. Andstæðurnar í veðri á þessum slóðum eru ógnarlegar, jafnt á sumri sem vetri. Og Sigurður segir okkur frá 10 daga vetrarferð sem hann fór einu sinni á vélsleða hér hálendið með vini sínum og var í vittlausu veðri með honum allan tíman. Og við vorum hér meira og minna veðurtepptir hér og þar í tjaldi eða skálum allan tíman. Og þá var bara áttavitinn á kortið, það var ekkert neitt lóran eða neitt svoleiðis. En við sigldum hér alveg í brjáluðu veðri, Laugafell og Nýjadal og Gæsavötn og vorum stoppið fleiri daga á hverjum stað. En þetta ef maður er vel útbúinn og þekkir sér svolítið. Og þá er þetta ekki síður eftirminnanlegt heldur en sólinn og góða veðri. Svo þið hafi verið þá kallað sem að heitir í kvæðinu útilegumenn í Ódáðarhraun. Já, það er hægt að segja það. En í dag er maður kannski hægt að orða það þannig, útilegumenn í Ódáðarhraun eru kannski að baða sig á laun. Já, það er byrjuð þegar að seytla inn í mann þessi óviðjafnanlega stemning sem fylgir laginu á Sprengisandi, ljóði Gríms Thomsen og maður gleymir sér gjörsamlega þegar legið er svona í mátulega heitri lauginni á þessum fáránlega stað og því auðvitað farið að halla á degi þegar loksins menn hafa sig í það að stíga upp úr. Það er heillandi að hafa hér nætudvöl, ekki síður en að vera hér að degi til því að næturnar geta verið dýrlegar hér. Loftið svo tært og ljóstýran í skálanum og tunglið stinga saman nefjum, svo björt og skýr, að landslagi á mánanum, fjöll og sléttur, þetta allt sést greinilega með berum augum. Baldur, faðir Sigurðar, er ekki hér upp frá núna, heldur við vinnu sína hjá Akureyrarbæ eins og venja hans er. Nú skulum við koma og heilsa upp á frúna. Þetta er húsið sem þessi jökla og Gæsavatna fjölskylda býr í, Aðastræti 62. Og getið upp á hvað er hérna bak við húsið? 2 snjóbílar í háu grasinu. Neðri bílinn að sömu gerð og Guðmundur Jónasson notaði, hinn stærri, svonefndur snjóköttur, tekur 12 manns
Baldur sá hann upphaflega í reiðileysi Mývatnssveit, keypti og gerði hann upp. En hvað kom til upphaflega að fara þangað og komast yfir hennar bíl og gera hann upp? Við spyrjum frúna að því. Ég fekk Baldur til að fara með mér í fjallaferð með ferðafélag Akureyrar og það var átt að fara Gæsavatnaleið. Það var farið upp úr Skagafirðinum og áfram austri og niður í Öskju og Breiðlindir. Og þegar við vorum komin upp á jökulrendinu, upp á Dyngjuhálsi, vorum á leið yfir hálsinn, það var nú stoppað og fólk fekk að fara út og ganga þannig upp jökulbrúnina og sem flesti gerðu nú. En Baldur Sigurðsson, hann hvarf og við erum að bíða æði lengi eftir því að hann birtist aftur. Og þar fekk hann bakteríuna. Þá var hann búinn að eignast snjókötti og síðan komst ekkert annað að heldur en að undirbúa ferð með snjóbílinn upp á jökli og fara svona prufutúr. Þær voru alveg dásamlegar ferðirnar og ég fór með honum þannig jökulinn og mér fannst yfirleitt allir sem að fóru með í þessar ferðir voru yfir sig hrifnir. En þetta var allt og dýrt fyrir okkur að standa undir öllu þessu og við fengum ekki tryggingu fyrir því að hópar sem hefðu áhuga að koma og þeir vildi ekki borga neinn staðfestingagjald sem að eiginlega nauðsynlegt í svona og fólk þarf að gefa sér tíma. Það vildi bara fara á jökulinn þann dag sem að það kom. Já. En í svona ferðum þá verður fólk að geta að gefa sér tíma og það er nóg annað þarna að skoða í kring og grípa svo tækifæri þegar vel gefur inn á jökulinn. En þó að væri skafrenningur og svona hálfgjörð stórhríð inn á jökli þá komu ferðalangarnir alveg yfir sig hrifnir tilbaka yfir því að hafa lent í þessu því að sumir höfðu bóstilega aldrei, ég hef alla síða snjó. Þannig að þú heldur að þetta sé framtíð í þessu, þó að það hafi nú kannski aðeins slakna á klóni, þá er mikill vöxtur í þessu núna til dæmis á suðvesturhorninu og alltaf fjölgar vélstöðum á jeppunum sem geta farið þetta. Já, ég er alveg viss um það. Það þarf bara mikla gætni. Það er alveg sama svo sem hvar en ekki síst upp á jöklunum. Já, hún styður framkvæmt nýstárlegra hugmynda, en hvað nýstárlegar hugmyndir sonarins? Það gefur lífinu svona mikið gildi að það sé eitthvað svona hreyfing og fólki detti margt í hug. Hvort sem að næra framkvæma það, þá er nauðsynlegt fyrir mann að hafa eitthvað til að stefna að og sjá framundan og þó að okkur þessum eldri finnst nú kannski stundum heldur of að þá hef ég nú alltaf sagt að eina sem við getum gert, hvað sem er nú í Palligastökki eða í hverju sem það þarf ekki að fara í bíl, að biðja nógu vel fyrir þeim, hugsa nógu vel til þeirra. Við getum ekkert verið að stoppa það af. Það verður að koma í ljós, en góður hugur hann er nauðsynlegur. Já, snjókötturinn bíður eftir vegum fjalla nýjum eins og segir í kvæðinu að Sörli hafi gert Heigður Húsafells í túni. En nú er aðeins eftir að hitta Baldur á máli og það verður ekkert bragð af því, segir hann, nema upp í Gæsavötnum. Enn er það formúlan flug og bílum frón sem notuð er. Það er gott skyggni yfir jökulinn til Kverkfjalla þegar við erum á flugi í átt til Gæsavatna að nýju. Þarna á jöklinum brotlenti millilandaflugvélin Geysir fyrir 40 árum, sem frægt er orðið. Nú kemur Kistufell í ljós við jaðar Dyngjujökuls, þar fór björgunarsveit upp á jökulinn á sínum tíma. Nú kemur svæðið við Gæsafell í ljós og sést að það hefur snjóað þar og suður Vonarskarð sem nú er framundan, en Tungnafellsjökull og Hofsjökull fjær. Það er fallið snjór þegar við hittum föður Sigurðar Baldurssonar, Baldur Sigurðsson, og sonurinn, hann kom hingað stökkvandi í fallíf. Faðirinn kemur heldur ekki á landi frekar en Sigurður. Hann kemur alltaf svona, ef hann getur, fljúgandi með vini sínum og flugmanni Víði Gíslasyni frá Akureyri, sem er nú kannski alveg jafn mikil Gæsavatnarotta eins og þeir feðgarnir.
Sem sagt, Víðir búinn að skutla Baldri hingað upp eftir eina ferðina enn. Og ekki leiðist honum það. Því að hann sjálfur hann Víðir orðinn forfallinn gæsavatna neytandi ef svo má orði komast. Hvað þetta Víðir? Þú ert bara alltaf hérna? Hvernig þetta? Já, ég hef komið hérna á hverju sumri núna, undanfarandi 10 ár, meira og minna. Ertu búinn að taka þá eiginlega algjöru tíðina stað? Það að verða svona einn sá efsta listan hjá þér? Já, það má segja það. Það eru svona miklar taugar hingað upp á jöklinum og þetta alveg dásamlegu staður. Já, Baldur, nú komum við hingað það komið snjór. Já. Þetta getur gerst á hvaða tíma ársins sem Já, alveg. Það er tvisvar komið fyrir síðan ég byrjaði hérna með verslunarmannahelgar. Besta tímanum árinu. Þá snjóið hérna hálfum metri snjór. Já. Og í annars skipti þá sótti ég bara bangsa upp á jökli og kom á hérna heima Gæsavatnaskála og fór 2 ferðir upp á Barðabungu frá skálan. Það var svo mikið snjórinn. Já. Með verslunarmannahelgar. Þú reynir að koma hingað á helst öllum árstímum, það ekki? Jú, alveg sýnt. Og sérstaklega þarfnast ég þess að ná þessari kyrrð sem að allir raunir þurfa á að halda. En maður bara næri hann ekki fyrir eftir svolítið tíma og þá hefur Víðir flogið með mig hérna upp yfir og ég dvali eitt hérna. Og það finnst mér alveg toppurinn. Ég bara raunir hérna tauga hrúamæstur maður að segja þangað til ég kemst upp yfir voru. En veðrin geta orðið mjög misjöfn hérna, geysilegt frákast af jöklinum og Vonarskarði. Öfgarnar eru svo stórkostlegar, segi ég, þær eru alveg hrikalegar. Að það kannski upp í 30 stiga hitti hérna blíðarlogn því að sandurinn ílar. Og svo kannski eins og oft hefur komið fyrir að klukkan 2 eftir hádegi miklum hita, þá kemur alveg ofsalegu kuldi að ofan til þess að jafna hitan og það stendur í 2 tíma alveg brjála veður og svo bara stillulogn. En svo geta komið þau ógnar veður hérna sérstaklega í suðvestri að það ekki hægt að hafa höfuðið við skálan inni, hann nötrar svo. Og þá myndast skýin hérna uppi, þetta svo stórkostlegt að horfa á þetta, að þá kannski heiðríkja af jöklinu því að hann tætir allt í sig. En svo koma skýin hérna uppi og ég sé það hérna nokkur kílómetrar norður frá alveg svo gott kúla á hvolfi. Koma niður í Ódáðahraunið og svo kemur það með ógnarlátum hérna uppbyttir, með grjótkasti og öðru. Og maður bara með lífið í lúkunum í raun og veru, en nýtur það samt að hérna fá að upplifa þennan hrikaleg. Og sjáu bara sem dæmi þegar maður veitir í athygli, að þetta svo malbikað allt saman, vegna þess að það hver einasta ögn sem að getur hreyft og hún farin. Nei, sjáu þið til, hér hefur einhver verið á reiki, okkur bregður í brún þegar komið heima skálanum. En eitt dæmi það hve erfitt að eiga svona hús í óbyggðum þar sem á ferli geta verið ótrúlega illa búnir og fákunnandi ferðalangar. Útlendingar voru hér á ferð, komið fram í september, þeir gerðu greinilega hatramar tilraunir til að brjótast inn í skálan með því að brjóta upp hurðir og glugga. Það ekki hægt að hafa svona skála opna því að með ólíkindum hvernig sumt fólk gengur lætur greipar sópa og skilur jafnvel allt eftir opið og drast allt. Við það að standa hérna frammi fyrir auðninni, kvikna hugsanir, ljóðabrot og laglínur. Hér á reiki margur óhreinn andinn. Hugsanlega gætu fleiri verið á reiki hér. Marka má ljóð Gríms Thomsen sem allir þekkja. Svo að Baldur hlýtur áreiðanlega lögum á einhverju hér að þetta snertir. Já, alveg komir á óvart og það byrja nú ekki strax. Nei. Því að þegar ég byrja hérna við jökulinn og tjalda þarna í eldvarpi upp á Dyngjuhálsi að þá var mestu átaki við að yfirstíga kyrrðina. Því að það söng í höfðun á manni þessi rosalega kyrrð, það kvein í höfðun á manni. Þetta svo ótrúlegt að þetta satt og svo þegar ég var komin yfir þetta, þá var þetta draumur. Og ég held að bara allir þurfa á þess að halda. Þessari kyrrð, maður endurnýjast, það vaknar einhver önnur meðvitund. Þannig að maður skynjar meira heldur en venjulega í þessum hávaða. Já, það nú fleiri sem hafa sagt þetta, þeir hafa talað að hausinn springi og síðan verður þessi dásamlega kyrrð á eftir. Já, það passar. Og það var mikil notalegheit.
Nú ertum við hérna í þennan skála, þú ert þá orðið var við umferð hér. Já, það var eftir við reisum skála hérna 73, að það stutt eftir að við komum eftir í lag hérna og ég svaf alltaf eða lúrði hérna í einsmanns koju hérna rétt innan við, mest til þess að hafa svona í undir meðutundinni með eldavélina. Og það byrjar svo mjög snemma, það kemur svona 10, 11, 12 ára telpa, ljósað, ósköp blíð og góð og ég var alltaf varfið, hún kemur hérna inn á dyrunni til mín og segir alltaf hæ og fyrir að segja mig það að bara stutt og laggott, það gengur vel hjá þér á jöklinn eða þá komið einhvern daginn og sagði það verður nú bras hjá þér í dag. En svo einu sinni þá kemur hún aftur eða hún kom nú oft og sagði alltaf hæ, alltaf ég blíð og góð og tekur í hendina á mér að mér finnst, ég svona milli svefns og vöku og segir mér langaði að kynna fyrir pappa og mömmu og mér finnst ég rísa upp og mér finnst ég vera alveg jafn glaðvakandi svo við núna og hún leiði mig hérna, mér langar að sýna ykkur hérna. Já. Og hún leiði mig hérna framhjá hrauntungunni hérna og uppbyttir og á meðan ég alltaf að reynda að hugsa það, hvar eiga þau heima? Ég sá ekkert neitt svona á meðan vorum að labba. Þegar ég kem hérna upp að gilinu hérna, að þá lágreistur bustabær og fannst hann lítill í fyrstinni og þetta svo ógleymanlegt að ég kem inn í forstofu og svo opnað inni eins og í baðstofu. Þar innan við borð sem langsum í stofunni og á bakvið borðið á móti mér þegar ég kem inn þá situr húsbóndinn og að borða. Og hann rétti mér hendina bara eins og við höfum alltaf verið að hittast og ég blessaður. Og ég heilsaði hann með þetta var svona frekar ungt fólk og konan stendur með hvíthóðangur handleggnum. Og ég heilsa henni líka og ég hugsaði með mér að nú skal ég aldeilis spyrja þau út úr. En þá hnippir svo litla í mig og tekur í handum og segir, já, komdu. Og þá vissi ég það að ég átti ekki að spyrja hennis. Og svo leitum við hérna niðristyrum. Og þetta alveg hreint, ég vakandi núna eins og þetta gerðist. Og ég man þetta alveg hreint hvernig húsið var og herbergin, þetta var eitt herbyggi. Og hún hérna allt sumarið. En svo átti ég nú vona henni næsta sumar. Það var ég aldrei varfið. Og ég taldi það nú bara eiginlega víst að miða við þessa traffík hérna og það hefði ekkert verið reyndar gott fyrir hana að fara að blanda sér við mennska. Þannig ég tel hann í víst að þau hafi flutt. Þau hefði ekki viljað að hérna, við færum að blanda okkur í þau, með grunar það. Þú talar einmitt alveg eins og segir, eins og átt eftir að tala að þú hafi hitt mig hérna eða bara mennst fólk. Já. Hvernig túlkarðu þessa lífsreynslu? Túlkarðu þetta sem huldufólk eða anda einhvers fólk sem hefur verið útilegu fólk hér? Nei, ekki hérna. Þetta er huldufólk og þetta er alveg eins og við. Og eins og ég hef bæði lesið og kynst dulrænu fólki að það er mikið trúaðra, það er mjög hjálpsamt. En með grunar það getur nú líka verið hefningjant. Kannski meira heldur við. En þá það halda í leiðangur á slóðir jöklaferða fjölskyldunar upp á Dyngjuháls, þar sem Gæsavatnaleiði liggur með jökulröndinni og örstutt upp á Nýsnæmi. Ekki langt þar frá sem Geysisleiðangurinn fór. Það er frábært útsýn í allar áttir þegar ekið upp á hálsinn. Við heyrum margar góðar sögur jöklaferðir, til dæmis þýsku kettlinguna sem var sagt upp á jöklinum að 850 metrar væru niður og fast og kettlingi þorði alls ekki út úr snjóbílnum að ótta við að detta 850 metra niður í gegnum jökulinn. Þarna Trölladyngja við Sjóndeldarhring og magnað umhverfi. Það eru ævintýralega slóðirnar hérna upp á Dyngjuhálsi, Mörðurhryggur heitir þetta. Þar sem ekki langt frá þeim stað hinn frækni björgunarleiðangur fór að bjarga Geysi fyrir nákvæmlega 40 árum.
Þá var komið hér snjór, enda þetta meir en 1100 metra hæð. Hér þögnin óskapleg, nema maður heyrir í þeim flugvélum sem eiga leið þennan landshluta, getum við nánast sagt. Og hér blasir við, á bak við mig, Kistufell, þar sem björgunarleiðangurinn fór upp á jökulinn. Þá voru þeir búin að keyra alveg nýjar og ótróna slóðir, langleiðina upp eftir. Og þegar maður situr hérna í þessari kyrrð, þá fróðulegt til þess að hugsa hver gífurleg heppni var með þessum mönnum að á leiðinni ofan á jöklinum fengu þeir þvílíkt blíðviðri að í kolþreifandi myrkri þar sem ekkert sást nema bara hvítt endalaust svo tugum kílómetraskipti þá gátu þeir verið að þreifa fyrir sér hvar slóðin hefði legið með því að kveikja á eldspýtu. Svo mikið var lognið og einmitt núna þegar hér setið upp á Dyngjuhálsi efst í meir en 1100 metra hæð þá hér algert stafalogn. Ef að nokkuð tíman hefur ekki blaktað hár á höfði þá það núna. Og þá erum við komin. Kalli búinn að hlaupa á undan okkur mikið af leiðinni. Við erum líka að komast í hjarta draumalandsins hans. Þarna hún hraunborgin og bíllinn hjá. Þetta sérkennilegt eldvarp sem svo kúluhús í laginu með op á þakinu. Fyrsta sumari sem Baldur var með jöklaferðirnar hafðist hann við í stóru tjaldi inn í þessari hraunbólu eða opna kúluhúsi frá náttúrunnar hendi. Við leggjum því bílnum við hliðina og þá að ganga inn og kynnast furðu veröld þessara undraslóða. Sérkennilegur inngangur. Blessa. Já, í höll Dofrans og Baldur og þeir sem hér ráða ríkjum leiða drösulum inn þótt drúgur verði síðasti áfangin. Nú þetta opið hérna ofan, þið þá ekki samt sem áður ekki eitthvað vör við vindin hérna í þessu opið? Jú, það var svo ævintileg veður hérna að við bundum nú súluna hérna uppi en þegar vindur blés úr suðvestri þá flautaði þetta eins og stanslaust einhverja flauta í flösku. Það var bara og það var einhver smákvíðu, það var stanslaust. Og hér hefur þú náttúrulega, það er margt gerst hér. Já, hér upplifði ég alveg stórkostlega hluti. Stefáníu mín, hún sá það að því ég var á svona hrikalegu svæði hérna, að ég yrði aldrei einn og það skiptist á alveg hörkudrengir hérna með mér. En það konu fyrir að ég var einn hérna á aðra viku og þá hitti svoleiðis á að það var blíðalogn hérna í 3 sólarhringa og enginn kom og ég var bókstaflega að brjálast því að það kvein og söngu höfðin á mér af kyrrðinni og þetta hafði maður aldrei kynnst áður. Mér fannst ég bara eins og palli einn í heiminum eins og í badavókinni. En svo skyndilega þá kom þetta yfir mig þessi eins og opnaðist eitthvað í höfðin á mér og ég var næmari og naut kyrrðarinnar. Alveg, þá fyrst fór ég að slappa á og róast og einhvern veginn jókst afl. En hvernig var að sofa hérna? Var ekki kalt á næturnar? Jú, það var kalt hérna og ég vandist þessu nú fljótt. Til dæmis þá fraus tjaldskurinn niður hverja einastu nótt nema 2.
og ég hafði það þannig að ég var í svefnpoka og svo teppi yfir upp á mitti og svo annað teppi yfir höfuðið, svoleiðis svaf ég undir þessu og leið alveg dásamlega. Hvað þurftur mikið svefn? Hvað kannstu sofna lengi? Já, það var 4 tímar, bara mjög lítið. Ef ég sofnaði skyndilega þá vaknaði ég alltaf við einhver hljóð einhvers staðar langt í burtu eða flugvél að fara yfir og þá var maður glaðvankandi aftur. Já, þetta verið svona hljóðbært, þú verið náttúrulega bara truflast kannski að bíl sem margra 20 kílómetra fjarlæg. Já, það kom fyrir þó ótrúlegt síðan að við heyrðum rútu vera að keyra yfir Skjálfandann sem nú bara, já það svona næri því klukkutími þá til kemur ykkar. Og oft heyrðum við í bíl sem var að puða upp Dyngjahólsinn og það tekur nú bara hálftíma. En þínir gestir sem voru hérna, hvernig sáu þeir? Hvernig? Já, þeir sáu nú ekkert og ég var svo opinn fyrir þess að fannst þetta svo stórkostlegt að fá að kynnast því sem maður sér nú ekki venjulega, að skynja það að það sé til fleiri verur í öðrum vítum heldur en þess að við erum ölumst upp í. Og þegar ég var að segja þeim frá mínu lífsreynslu sögum, þá átti ég mig ekkert á því að það gat ekki brosað einu sinni. Og ég segi ykkur sögu að það dökknaði svo mikið, bránaði jökullin hér uppi, nokkur 100 metrar, að þegar ég var að koma ofan á snjóbreiðinni í húminn á kvöldin, að þá átti ég erfitt með að finna slóðina því að jökullin er svo harður hérna uppi. Að þá rak ég niður hálftömmu vatnsrör og festi á þau endurskinsmerki og ég gerði þetta svona 3. og 4. kvöld og svo eitt kvöldi í gífurlegri kyrrð sem ég naut þess alveg hreint og gat með engu móti sofið svo ég labbaði upp á jökul, gerði þetta oft einn og er að reka niður þessar stíkur og svo kem ég niður held ég bara 11:30 kvöldið og það er svona húma, þetta er svo fljótt að dökkna í sandinum og því. Og ég hita mig kaffisopa á að ég er svo út til heiminum að fara að hvílast. Svo ég tek það ráð að labba norður Dyngjahólsinn. Við höfum kannski að sjá það seinna norður eftir. Og ég labba dálítið lengi þangað til kemur hæsta eldvarpinu norður frá. Klifra þar upp á og kyrrðin var alveg stórkostleg. Og ég öskra þar alveg hreint eins og ég mögulega get. Vill engin huldufólk stúlka vera hjá mér í nótt. Og ég bara róaðist við þetta öskur, bara fá útrás. Ég hugsa nú eftir að hefði nú einhverju verið á labbi þarna sko. Þá hefði þeir haldið að væri brjálaður maður ofan við og þeir eru tekið til fótana. Ég labba svo heim og, þetta var já. Og er mikið rólegri. Og fæði mér tesopa og sofna svo hérna. Og hérna var balkurinn og á móti var aftur gaseldavélin og kassar með matfölum og matföngum og kerti upp á til þess að lýsa hon í pottin, matapottin. Ég breiði svo yfir mig eins og venjulega og steinsofna, líði vel og steinsofna í kyrrðinni. Svo allt í einu vakna ég við það að það er eitthvað sem vekur mig svoleiðis að ég er glaðvakandi undir teppinu. Ég fyrir svo að hlusta því að það hafði oft komið fyrir að bílar fóru og austur á og lentu svo í skaflinu sem er á milli Dyngiháls og Urðarháls. Það er 100 metra mismunur og skaflir þar fram eftir sumri og margir kunni ekki aka. Þeir keyrðu á fullri ferð niður og svo stoppum við í skaflinu í stað fyrir að keyra rólega. Þeir voru alltaf rekulausir þannig að ég var alltaf rekulaus hérna. Var alltaf út með rekur og lána. Svo ég hugsa með mig það nú kannski einhver sem er nú að koma eða að kalla. Svo ég hlusta og það er ekkert sem vekur athygli mín. Svo ég tek teppið ofan á höfðinu. Ég hugsaði bara. Það stendur svo gullfalleg stúlka hérna. Ég sé í bakið á henni, hún er búin að kveikja á kertinu. Og hún er að hræra í rólegheitu svona í pottinum. Og ég sé það sem var að hræra í pottinu því ég horfði fram hjá henni. Og hún er með svona ljósu gullitað hár alveg niður á herðar. Og hún var svo ógnarlega pen, ég ætla ekki að segja það. Og ég hugsa, ég er ekki komin huldufólk stúlka tími. Og ég ætla bara ekki að trúa þessu. Svo ég rís upp í olnboga og er svona að horfa á hana meðan hún hreyfist meðan hræri í pottinu. Allt í einu hverfur þetta. Og það voru alveg niða myrkur inni hjá mér því að bæði var tjaldi stórkostlegt, það voru þykkun striga og svo úr moskitóneti og svo silki tjaldi innst. Þannig að þetta var algjört myrkur ef maður var ekki með opið eitthvað. Svo ég rétti út hendina í myrkrinu og segi snertu mig
og ég býð smá stund og það gerist ekkert. Svo ég segi við hana, ekki fara, talaðu við mig. Það gerist ekkert. Svo ég bara rís upp og kveiki á kertinu og fer að hugsa með hvernig stendur að ég fekk að sjá þetta. Og ég var þarna óskaplega eirðarlaus, búin að vera einn þarna í 3 daga og enginn kom ekki heist í bílinn sín. Svo ég fer að hugsa að kannski bara það hefði verið að láta mig vita að ég væri ekki einn, ég þyrfti ekki að vera nervus eða eitthvað áhyggjufullu. Og það bara alveg skiptur um. Eftir þetta ég bara allur annar maður. Og eftir þetta tek ég alveg sem þessari stórkostlegu tryggð við þetta svæði. Ég finn það að ég alveg passaður á þessu svæði, inn á jökli, á Dyngjuhálsinum og hér Svo þarf ég að segja frá andstæðunum. Þegar ég svona afslappaður og rólegur og finn það alveg hreint og að ég verndar hérna passaður og lít þetta í mér af huldufólki, sem ég segi huldufólki. Þetta var bara eins og að væri mennsku vera þarna sem var hvarfsvartur. Svo líður á hausti og það farið að pakka saman og við förum niður, Björn Sig og Húsavík með kísaminn á snjókvættin, við kjallan alltaf kísaminn. Og aftan vagn og rúbrauðið og krakkarnir, Siggi minn og Sigrún, í sínkvönu jeppanum með rétt á undan. Og ég síðastur á vagnirnum, aleinn í vagnirnum. Og við leggjum svo stað hérna kvöldi til og þegar við komum á gatnamótin á Sprengisand við Tómasarhaga, þá heyri Björn í talstöðin að Guðmundur Jónsson í Túnaverskála, í Nýjadal. Svo það ákveðið að skilja vörubílinn eftir og við rennum inn eftir á vagnirnum og hittu Guðmund og svo förum tilbaka og þannig að þessi tími líður á milli jeppana og krökkunum og þegar við leggjum að stað. Svo þegar við komum norður á Vatnaskil, þar sem að sandbúðir voru, þarna Vatnaskil, þar sem að byrja að renna norður og svo hérna Bergvaskvíslinn í suður. Þá nú orðið fyrstur og þetta gengur allt rólega og fínt og Bjarni heldur áfram og ég stoppa á vagnirnum og þetta alveg ógleymanlegt. Ég man þetta svo vel. Þetta milli 10 og 11 leitið að kvöldi, 10. september og við semst síðustu aðilarnir sem að fara. Guðmundur að fara suður af og við að fara norður og það svona alltaf að þingi í lofti og mjög mikið hérna myrkur og kyrrt og ég stoppa þarna á þessum flata og hefur ljós á vagnirnum og ég opna heila 1 lítris mjólkurdollu, set hann upp á mælaborði, á stórt mælaborði og opna hann þar og helli lokið úr kaffibrúsanum og þetta allt opið við liðin á mig. Þá finn ég það ekki eins og á að vera hérna hjá mér. Svo ég fer að reyna að finna að hlusta hvort það var eitthvað sem vekur athygli mína. Svo ég lít svona til hliðar í rúðina við hliðina á mér og Guð almáttugur, ég sé andlit við rúðuna og það eru skýr augun en ekkert bros, munnurinn lokaður og fölt andlit. Ég hugsa með Baldur Sigurðsson taktiði til þetta getur verið þú sjálfur. Svo ég aðeins róa svona og ég hugsa með hvernig skildi verið hinum og ég lít í rúðuna hinum minn. Það annað andlit þar. Og ég hugsa með hvað að ske? Svo ég hugsa með mér ef ég sé andlit í rúðanum í aftursettinu, þá þetta orðið úthreymin. Svo ég þvinga mig fram hjá þessu andliti þarna rétt hjá mér og lít aftur fyrir það 2 andlit að horfa á mig þar. Þá bara gleymi ég mig því að ég var svo afslappaður þegar ég kom hérna ofan upp á það að vera verndar. Svo þetta hefði aldrei skeið hérna vegna þess að það hefði aldrei látið þetta skeið hérna. Svo ég gleymi mig svo gersamlega maður, gef allt í botn, hugsaður mjólk, lítirinn opinn á mælaborðinu, kaffikanna sneisa full opinn í sætinu og ég keyri eins og brjálaði maður þangað til ég kemstu fram fyrir Björn Sig og Húsavík og hann sagði það var út á heiminum og komst fram hjá mér, þú ferði það. Og svo var hann búinn að katta hann á vagnunum því ég stoppaði svo fljótt. Stökk út með allt í gangi, ljósin á og uppi til hans og sagði hann að hérna förum ekki fyrir en krakkandi snúa við. Og hérna, hann sagði mér seinna, hann sagði aldrei hefur séð fjöllanmann. Og hérna mér brá svona alveg hroðalega og þetta var bara fyrir það að ég bara áttaði mig ekki á þessu að þetta gæti skeð
og svo býðum við þarna 1 og 2 tíma, þá komu krakkarnir tilbaka og ég fekk þarna einhvern með mér. Ég var svo mikið að hugsa eftir á, og þetta eins og skeður sko, með líklega meira hluta jarðarbúa, að við erum bara ekki nógu þroskuð ennþá til þess að fara að taka á móti þessu víddum sem í kringum okkur. Og ég fann það út, ég talaði við góða menn þegar ég kom til Akureyrar, þeir sögðu það, þetta eru bara sálir sem eru jarðbundnar og þau bara gleymst að biðja fyrir þeim. Og við komum svo hérna nokkri saman og báðum fyrir þessum verum sem voru jarðbundnar á Sprengisandi. Síðan hef ég aldrei nokkuð tíman orðið var við þetta. Og annað hitt að ef þetta kæmi fyrir mig aftur, þá færi ég og bæði fyrir því á staðnum. Ég færi út og bæði fyrir á staðnum. Segðu mér, Baldur. Þroskar það núna. Já, segðu mér, Baldur, heldur kannski að þetta sé það sem skáldið hafi haft í huga þegar hann segir í kvæðinu hér á reykir margur óhreinn andinn? Já. Það það sem sækir að þegar birta þegar menn kannski tjaldi, eitthvað sem vekur athygli, þá rennur það á birtuna eða einhver dregur það að með huganum. Þetta kannski einhverja sálu sem að bíða eftir þeim sem hjálpa og láta verða vara við sig. Heldurðu þessir andar eða sálir séu einhverju sem að tengjast þessu svæði, einhverju sem hafa orðið úti, einhverju sem hafa verið útilegumenn? Það á Sprengisandi. Á Sprengisandi? Já. Ég bara alveg næri vissum það. Þetta var gáfuleg augu, athugul, engin ilska, ekkert svoleiðis, föl andlit, munnur lokaður. Já. Þegar þú segir nú öðrum frá þessu, þá segja sumir hann eitthvað klikkar Baldur, aðrir segja þetta merkir það þú segir. Já. Og þér finnst sjálfur að hafa upplifað þetta. Hefurðu sagt þetta til dæmis hérna, sagðurðu þessu fólki sem voru gestina, hvernig tóku ferðalangar þessu þegar þú varst fararstjóri? Já, ég segi litt ekki frá því nema ég veit eiginlega hvernig fólki stemt, vegna þess að það er bara, það fær áfall. Ég bæði heldur það að ég sé klikkaður og svo annað hitt að það geti verið að það sé þarna reiki einhver óhreinn andi. Já. Ef hann var sem sagt í lokinn segir að þú eigir draumaland og það sé þetta hér, þetta þá kannski bara angi af því framtíða draumalandi sem að þú sér fyrir þér sem kannski handan við landamærin? Já, þetta bara, við erum bara hérna, ég viss það við erum hérna í skóla. Þetta alveg sintið svo ef maður fer með í dýrin, þau að hafa hamskipti bara oft. Svo ég skildi við ekki gera það líka. Já. Ég mjög opinskána þetta vegna þess að ég alveg viss það er alveg til stórkostlega veraldir. En hérna við erum bara í skóla hérna á þessu geimfari og þurfum að skila okkar.